Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop sem kemur í 2 bragðtegundum, venjuleg súkkulaði og pipardutti. Pipardutti klálega uppáhaldið mitt. Subway, bestu bátarnir í bænum. Subway býður upp á alls konar mat, vefjur, salat, báta. Uppáhaldið mitt, klálega kaldur BMT og ég verð að fá allavega 3 svona smákökur í dessert. Sambíón reka 5 kvikmynduhús, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álfabakka, Kringlunni og Egilshöll. Þið sem hafa hlustað mikið á bíóblaður vitið að Egilshöll klálega uppáhaldsbíóið mitt. Það ekkert sem toppar sal 1 þar. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn. Ég vil líka þakka ykkur fyrir að horfa að hlusta á bíóblaður. Ef þið viljið styrkja bíóblaður, þá mæli ég með að versla við þessu frábæri fyrirtæki. Ég vil minna á að bíóblaður á Instagram, TikTok og Facebook. Endilega fylgið mig þar. Alltaf þegar við vorum í Vafa, þá hugsaðu alltaf, við vorum sko með motto. Að mottoð okkar var, við erum ekki að nota less is more. Við erum bara more is more í þessu tilfelli. Og það er ótrúlega góð mantra. Þú ert svona aðeins efast eitthvað og svona feiminu við að fara eitthvað í rugl, sko bara, nei, manstu, við erum bara að vinna með þetta. Við ætlum bara að fara alla leið í stælanum og þá er þetta bara allir lagi. En líka, er ekki svolítið þannig mynd? Já, algjörlega. Og svona algjörlega shamelessly, við bara fórum alla leið. Og reyndum náttúrulega að gera það, við erum ekkert endilega sem pening og gátum kannski ekki gert öll Hollywood tricksin í bókinni, en við erum að reyna að slefa upp í þau og það bara var skemmtilegt. En ég ætlaði að spyrja þig, þú ert að tala að bjóða mörgum einmitt á þessa sýningu og krúið og kastið og allt þetta. Er það alveg nokkur 100 manns? Alveg bara... Sko. Ert þú með lista bara yfir öll nöfnin? Já, við erum með það. Kannski ekki ég persónulega, heldur Erna sem er að vinna með mér, hún er ótrúlega dugleg og samviskusöm að halda utan þetta alls saman, sem betur fer. En í grunninn, svona kjarnin sem kemur að myndinni, við erum ótrúlega fá. Og fólk sem var að tökusta til þeim, þetta var bara eins og lítil auglýsing, sko. Og við vorum bara að reyna að framkalla eitthvað kraftaverk með þessum fámann, sko. Þau voru öll til í þetta. En svo þenn dæmi við vorum með 2 í leikmynd. Það er bara ótrúlega lítil leikmyndadeild. Hvað telst svona því nú þekki það bara ekki? Eðlilegt, það getur bara verið 10 manns. Og þið vorum með 2? Við vorum 2. Og svo vorum við með 1 sem kom að aðstofa stundum í mjög stórum senum, sko. Með leikmyndina? Já, með leikmyndina. Og sama með búninga, vorum með 2 í búningum og 1 í sminki, þannig að við vorum, og reyndar kom 1 og aðstofa stundum í risastórum senum. En í grunninn voru við rosalega fá. Var það strax bara eitthvað svona meðvituð ákvörðun að vera bara með eitthvað svona skeleton crew og gera þetta svolítið svona? Já, það er bara, þú ert með low budget mynd, það er bara að spýna það. Það er ekki valkostur. Já, það var ekki valkostur, það var ekki að sé að eitthvað vala með eitthvað annað, en það var líka alltaf lægi. Þú sá svolítið bara nálgastu verkefnið með það í huga og ef allir hafa það í huga, þú veist, ef ég hef það í huga, leiksjón hefur það í huga og allir sem eru að vinna með þér eru meðvitaðir það er alltaf læg. Þú veist, þú segir það bara leið, þú ert að falast eftir fólki sem þetta vinna með mér, eins og, þú veist, ég heyri Huldu, Halldóru og Maríu sem eru með búningun og segir bara, ok, svona er þetta verkefni, þú veist, já, þetta mikið pening til að kaupa búninga eða leigja, þú veist, haldið þetta gangi upp, þú veist, eru til í að koma í þessi vitleysu með okkur. og þær voru bara til í það og gerðu það alveg bara hrikalega vel. Og sama á við bara alla deildir sem kom með þessu. Skilur. En það hljómar að það hefur verið mikið af ástríðu? Allarleið. Bara frá A til Ö. Alveg frá, held ég bara þróun, allir undirbúningurinn, tökunum sjálfar og svo þegar kemur eftirvinnslinni. Þannig að já, ég er bara ástríðu og svo bara gaman hjá okkur. Það virkar alveg að ég er búin að sjá með trailerinn og ég sá upprunalega trailerinn. Er ekki alveg 10 ár síðan að hann kom út? Jú, það er bara akkurat 10 ár. Var það 2011? Já. Ég man líka bara af hverju enginn að gera þessa mynd. Ég hugsaði það. Já, þeir reyndu, þú veist, á þeim tíma, ég var ekkert inn í því ferli, sko, en þeir gerðu hana trailer og og þú þekkir örugglega söguna, Öddi og Sveppi í einhverju trailerakeppni, Öddi vinnur, Sambíóin og Sena hafa samband við Auðun og vilja gera þessa mynd og þeir byrja að skrifa, en svo bara mörgum ástæðum, þú veist, gengur það ekki upp. Og það er bara rosa loft hannig. Já, þetta var alveg inn í dæminu á sínum tíma einhver leiti. Já,
Það var það ekkert í byrjun, þú segir gerðin hann trailer, þá var það aldrei ætlunin að gera þessa mynd. Það var bara eitthvað jókirinn eða bara þetta var bara eitthvað bara grín, já. Eitthvað keppni og með einhver svona semi-sögutræði. En svo þegar fólk sé trailerinn, þá haft samband, spyrir, heyrðu, þetta var geggjað trailer, geti ég gert þessa mynd fyrir okkur? Og þá byrja þeir að fara að setjast niður og finna að gera eitthvað svona struktúr að handriti og byrja að reyna að fjármagna. En eins og segi, það rosa mörg verkefni sem byrja og bara komast aldrei í gegn, sko. Þannig það ekkert eitthvað, þú veist, engin ein sérstök ástæða fyrir því. Nei, þetta bara margþætt. Já, margþætt, bara ekki réttu tímapunkturinn, þú veist, handriti kannski ekki alveg tilbúið, bara alls konar ástæður sem lága baki. En hvað gerir síðan? Svo líður þessi tími. Já. Og eins og þú segir, komst ekki nálega þessum upprunalega trailer sem að auðvitað þau gera. Og er síðan haft samband við ykkur? Ég áttam á þessum skrefum. Já, hvað gerir svo? Já. Það sem gerist þannig í millitíðinni Hannes fyrir náttúrulega brút í fótbolta og strákarnir eru bara uppteknir í alls konar öðrum hlutum og og ég svo sem vissi alveg að þessum trailer, búin að vita af hann í langan tíma og Elli maðurinn minn sem tökumæður var búin að segja mér þetta alveg margótt bara Lilja, þetta er ekki hugmynd, þetta frábært handrit, þú bara verður að lesa þetta og ég svona svolítið humma þetta bara framan mér, bara já, ekki hugmynd og Heyri þetta orðið oft? Já, ég bara mjög oft og svo þetta bara kannski ekki rétti tímapunkturinn og maður bara upptekinn einhver öðru og svo getur maður ekkert verið í alltaf mörgu verkefni í einu því að þá gerist bara ekki neitt. Nei. Þannig bæði þetta og svo Gurri konans Egils var líka búin að segja þetta við mig. Þannig ég var búin að heyra þetta 2 alveg bara í 7-8 ár að þarna sé eitthvað handrið sem rosalega skemmtilegt. Okay. Svo gerir Hannes tónlistavídeó fyrir Egil og í því Sveppi minnir Hlynur og ég man ekki alveg hverju þessu vídeó allavega ég sé þetta vídeó og mér finnst það bara svo ógeðslega fyndið það er bara eitthvað svona galin hugmynd og ég segi, ok, byrju, hvað var þetta með þetta handrit og hringi ég að lamanum minn bara, heyrðu, ertu með þetta handrit sem hún búin að tala í 8 ár en ég ekki með það hvað minn ertu ekki með það, búin að tala þetta í 8 ár möguleika að sjá þetta handrit og þá fekk ég bara heilan bara, það allir að falast eftir þessu handriti bara til að mita þetta huga akkur á þessum tímapunkti Þá það er bara gríðarlega samkeppni Já, alveg pottið en ég held samt á sama tíma hafi þeir verið að dusta rykið af þessu handriti sko. Og verið að spá heyrðu, þú var að fara að gera eitthvað við þetta handriti hann er komin heim og þeir eru að hugsa já, hvað, ef við ekki fara að kíka hvað á þetta þannig það var bara einhver góð tímasending þannig að við hittumst, kíkjum á handriti það var kannski ekki alveg tilbúið þannig að við setjum saman nýjan hóp sem að hún Nína Petersen og Sveppi og Hannes fara að skrifa og svo náttúrulega Auðun og Egill í þessum hópi líka klárum að gera handrit og sækjum og fáum styrk Já, það unni síðan næsta skref, það að sækjum styrk Já, það næsta skref Það bara möst, það alltaf gert Já, þú getur alveg fræðilega gert bíómynd að þess að fá styrk en þá náttúrulega hefur bara engan pening til að gera þessa bíómynd og það bara ógeðslega erfitt og það gengur alveg það gengur kannski upp ef að ég væri ekki að vinna hjá fyrirtæki var að gera mína fyrstu mynd og væri svona að ætti einhver að greiða inni en það virkar ekki þú ert að gera bíómynd eitthvað X, þá getur ekki tringt það getur unni fyrir mig frít Nei, ég skilði ég get ekki gert það, þannig að það þarf að vera og svo það bara atvinna Já, bara það þarf bara laun það þarf bara laun og svo kostar bara matur og bílaleg og þetta bara laun, já, þetta bara vinna hjá fólki Hellingsbatteri risabatteri, þannig ég ekkert að fara að hringja og biðja einhverja þannig greið, það alveg nóga stór greið að segja, heyrðu, til að koma í þetta rugglaða verkanina með mér og þú ert bara einnig deild það alveg bara það bara risagreið, sko, að vera alveg til í það vitleysu, maður bara ótrúlega þakklátur og glaður einhversi til í svona verkefni þau eru ótrúlega skemmtileg þessi verkefni já, það fá allir rosalegt svona kreatív vald og allir hafa mikið input og það er ótrúlega skemmtilegt að vera í þannig verkefni Þetta er alveg 100% samstarfsverkefni 100%, í staðin fyrir kannski með 10 manna deild og þá kannski manneskja 10 bara í því að ég veit ekki, mála veggina ég hef ekki hugmyndu það Ég skil hvað við Já, þannig það hafa allir mikið seg í verkefninu og það svo skemmtilegt Það hlýtur að vera líka til minna krúsot með
Því persónulega verður þetta. Alltaf. Það hlýtur bara að vera. Já, alveg bara hygglu, sko. Það þannig. En eins og þegar þið sækir þá styrk, er það þá Pegasus sem sækir styrk? Já, þú þarft að vera til að sækja styrk hjá KMI, kvikmyndamiðstöð, það þarft að vera framleiðandi. Já, ég get ekkert sótt styrk. Nei, þú getur ekkert svona random bara einhver gæi, ég er með geggja hugmynd. Nei, þú veist, ég get ekkert hafandi unnið, ég veit að ekki í banka eða whatever, einhverstað annar staðar, labbaðir og segir, ég er með hugmynd og ég ætla að gera bíómynd. Þú fengir ekki styrk þannig. Að ég er alltaf bara nobody og þeir eru ekkert að treysta mér fyrir einhverjum milljónum. Já, það er kannski meira bara, einmitt, það er ekki að treysta fyrir einhverjum milljónum og það er svo takmarkaði peningur í sjóðnum að það væri svolítið ábyrgðarleysi að segja, heyrðu, nú ætlum ég bara að taka 10% af öllu útlendunum fyrir að láta þig fá hana pening og þú getur ekki að klára þessa mynd. Það bara er svolítið galin pæling, sko. Það er galin pæling. Já, þannig það myndi, og þetta er bara reglunum. Þú þarft að vera framleiðandi til að geta sótt þennan styrk. Þannig er það. En það er svona fyrsta skref sem þú gerir. Þú sækir styrk hjá kvikmyndamiðstöð, svo næsta skref, ef að maður væri með þess eðlismynd, þá myndir þú fara og finna pening úti. Og já, er eitthvað samvinnuverkefni? Já, þannig. Og það er ávið eiginlega flest verkefni sem ég gerir minna heima. Er það alveg saman hvort þessu sjónvarpsþættir eða kvikmyndir? Já, bæði. Að það er farið út og sóttu peningu þar? Já, í svona stærri verkefni þá er það alltaf gert. Í þessu tilfelli gerðum við það ekki. Og ég bara mata þannig, ef við ætlum að ná að klára þessa mynd, þá get ég eitt alveg gigantískum tíma í að reyna að finna pening úti og þú þarf bara að horfa svolítið á vöruna þína. Hvaða vörur ég með? Ok, ég er hérna með spennu eða svona hasargrínmynd frá Íslandi sem hefur ekki verið kannski vinsælasta efnið frá Íslandi og við ætlum að gera grína Hollywood stórmyndum. Ég er með leikstjóra sem er í raun markmaður. Þetta selur rosalega erfitt. Já, ég skilur mig. Ég myndi bara fá bara, já, takk fyrir, þetta samtali er bara eiginlega að gera, sko. Þetta er erfitt samtal. Þetta er mjög erfitt samtal. En ef ég væri hins vegar, þú veist, ef ég væri með eitthvað annað í höndunum, ég er hérna með þennan leikstjóra, hann hefur gert þetta áður, þess að stuttmyndi eða hvað sem er, þá ortu strax með eitthvað í höndunum til þess að fara presentara fyrir aðra sjóði og þú veist, þetta er allavega, ég vissi bara að það var erfitt sal og myndin var bara sett hann upp að við værum ekki að sækja hana peningu utan. En í flestum tilfellum, þá myndum við gera það. Þá myndum við sækja fyrst inn í sjóðun og sækja peningu utan ásværa með sjóðspenning er líka mjög erfitt. Því að þá spyr framleiðandinn úti, já, byrju en sjóðunum þinn vill ekki styrka þig, af hverju ætti sjóðunum minna vilja styrka þig? Já, skilurðu? Það með ekki sens. Já, því að ef að sjóðunum þínu finnst þetta ekki nógu gott og er búin að segja nei við þig, af hverju ætti sjóðunum minn að segja já við þig í staðinn? Skilur, þannig að ef heimalandið þetta er ekki búin að bakka þau upp, þá er þessi baráttu pínu erfið, sko. Ég er alls ekki að segja hún sé vonlaus, en hún er svolítið svona erfið. Og þetta er pínu erfið út að sjóðurinn er náttúrulega bara með x-mingi pening. Já. Er það bara á einu svona útdeilaðir, er það einu svona ári? Nei, þeir bara útdeila allan á sig syng, en þeir fá fjármagn til sín bara einu sinni ári. Já, sem á að endast árið. Já, þetta er fjármagnin sem þið hafið í ár og það skiptist á milli kvikmynda, sjónvarpsþátta og stuttmynda og svo náttúrulega bara rekstur fyrir KMI og hátíðargjöld og eitthvað svona, sko. Þannig já, það er bara x peningur í sjónum. Og við erum að tala um í rauninni rosa lítinn pening versus eins og erlendis, eða hvað? Já, en sko við erum náttúrulega líka bara miklu minni. Ég er bara að hugsa um eins og budget fyrir myndir svo leinleguna á Íslandi versus ef hún hefur verið gerð í Ameríku eða eitthvað. Já, það er náttúrulega, við vorum núna í London og reyndar Öddi sagði þetta fyrst, þegar vorum í Locarno, því að hann var búin að reikna út, sko, að budgetið okkar af leinlegu var 0,003% af minni mig Fast and the Furious budgetinu. Það þykir bara okkur fyndið. Já, 0,003. Ég held að við hefum ekki einu sinni náðu að vera saman budget og trailerinn þeirra. Þannig að þú skilur þetta svona, þú veist, starra hlutvalli er alveg rosalega klika, sko. Þetta er gigantískar myndir, þessar stóru myndir. Upphæðina. Já, en ég er ekkert að segja að maður þurfa heldur að eyða öllum þeim penning. Nei, það er ekkert sama sem gæði. Það er alls ekkert sama sem merkjum gæði heldur. Þannig að það er bara, já, allt annarlega. En allavega,
þú veist, þú byrjar á KMÍ og sækir svo pening úti, eða leitar að pening úti. Svo komið kannski 1-2 meðframlendur, þá getur þú sótt í Evrópasjóðin eða Norræna sjóðin eða eitthvað þannig, einhverja aðra sjóði. Þetta svona smáflóki ferli og getur tekið 2 ár kannski. Þetta getur tekið 2 ár? Já, eða miklu lengra, en 2 ár ekkert alls ekki óeðlilegt ferli í að finna peningin eftir að fara já frá sjóðnum heima. En innanlands, þú sækir styrk. Já. Er það þá að taka 6 mánuði, 3 mánuði? Hvenær færðu svar? Það er misjant kannski? Já, svona innan 3 mánuða. Já, ok. Sækir styrk, framlýslustyrk og það þetta er alls konar ferli og fer fyrst í gegnum handritaskrifin, svo getur farið í gegnum þróunarferlið, þetta eru nokkur stig, svo að lokum sækir framlýslustyrk og þá þá er svona 3 mánuða. Er þetta kannski alltaf svona cirka 3 mánuðir? Já, það er svona eftir bókinni, en stundum er þetta lengra og það eru ýmsar ástæður fyrir því. Stundum er þetta styttra, sjaldnast, en það getur text líka. En er ekki að hjálpa til eins og þegar að gera þessa mynd eins og með Audda? Já. Hann er mjög þekktur á Íslandi. Hann er alveg svona frekar stór stjarn á Íslandi. Hann er sjónvarpi lengi og útvarpi og því hvað. Og er líka að byrja að leika með í bíómyndum. Er það ekki að hjálpa til þegar þið sækjum þessa styrki? Bara hvernig Auddi ætla að leika aldrei? Eða skiptir það engu máli? Já. Ekkert endilega, sko. Það þarf ekki að vera það skiptir það miklu máli? Það sem skiptir mestu máli er handritið fyrst. Þeir pæla mest í því? Já, því að ef handritið er bara skítlélegt og búin að ræða fullt af leikurum þá sjáðu þú settir bara alveg hræðilegt handrit. Það skiptir engu máli alveg sama hverju hendur í þetta handrit, það er aldrei að fara að vera gott. Þannig að þú þarft að huga að handritinu fyrst aðtögja það er bara hansi gott og svo fyrir það aðtögja hverjum ertu búin að ræða í kringu þig. Og þá auðvitað skilar það einhverju. Þú veist, ef þú ert með þekkt nöfn. Já, einmitt. Ég fór bara velta svörum að því líka þessi mynd, hún er, ástæður ég er spenntur fyrir henni. Já. Af því að hún finnst mér ekki svona klassísk íslensk mynd. Nei, hún er afskaplega langt frá því að... Já, þú veist, það finnst mér svo spennandi. Þetta er svona geiramynd, þetta er hasar og grín. Algjörlega. Og mér finnst það svo spennandi. Og þetta er bara mjög skemmtilegt og það var mjög skemmtilegt að gera eitthvað svona allt öðru í þessu og ekkert endilega fylgja reglunum sem við höfum, það er náttúrulega ekki engar reglur, ég tek það tilbaka, en svona fylgja hefðinni. Þannig að það var skemmtilegt að gera eitthvað allt annað. En af hverju erum við ekki gera, ég hef spurt núna nokkra leikstjóra þessu, af hverju erum við ekki gera fleiri svona genre myndir? Hryllingsmyndir, science fiction, hasar. Mér finnst það mjög spennið þá, hvað segja leikstjórarnir sem þú spyrir þessu? Baldur Zeta kom til mín og hann var náttúrulega þannig hryllingsmynd, þegar ég spurði það, hann sagði að það er bara rosalega erfitt að skrifa góða hryllingsmynd. Já. Og ég hafði ekki pælt í því þannig og þá kannski er það handrit mögulega að stoppa bara. Hvernig minnst þú segir bara, hei, þetta er bara ekki nógu gott. Þá kemst það ekki í gegn. En mér finnst það bara svo pínu skrítið að þetta eru vinsastu myndir í heimi. Það eru þessa típur. Ég veit það. En hvað finnst þér persónulega? Ég held, þetta eru margir samverkandi þættir. Já, það er bara erfitt, það er erfitt að skrifa gamanmynd, það er erfitt að skrifa hryllingsmynd, en það er líka alveg erfitt að skrifa dramamynd, þú veist, það er bara, en kannski bara hefðin ríkar, við hefum bara meiri reynslu að skrifa þess eðlismyndir. Já, drama kannski. Já, kannski, og svo náttúrulega líka bara hvað er styrt af sjóðunum, ég er náttúrulega ekki hugmynd hvað er sótt í sjóðun, þannig ég veit ekki hvað síast út þar. Það virðist alltaf ekki mikið komst í gegn. Nei, sem er þessum gera. Það er bara mál, það virðist að vera meiri hefð fyrir listrænum myndum sem hafa gengið vel og það er náttúrulega, þú sér með svona lítinn pening, þá kannski hefur maður tilhneigingu í að setja eitthvað sem er örugt að sjálfsögðu, en þau tóku sénsinn á þessari sem var bara geggjað. Ég er að vona að vera alveg geðvægt vinsæl. Erum við að vona það, sko? Ég vona að fyrst alveg ég hef mjög gaman að henni og henni gangi vel, af því að ef henni gengur vel, ef þetta hefnast virkilega vel á Íslandi, þá er ég að vona þetta að fara að opna. Já. Svolítið fyrir eitthvað svona, fleiri svona myndir. Sko, ég hef smekk fyrir báði. Ég vona bara bæði, að allar típur kvikmynda, þú veist, fá að þróast hérna heima. Það væri bara algjörlega geggjað, þú segi, góð hryllismynd.
það væri bara frábært. Eitthvað science fiction mynd, eitthvað svona. En ég geti alveg, eins og bara sem kemur að bort til okkar, ég bara mann eiginlega ekki eftir að hafa fengið hryllismynd. Já, þannig að við kannski erum ekkert að skrifa þér. Ég veit, ég bara man það ekki. Nei. Hryllilega. Það getur hafa verið, en það er allavega ekki í neinum meiri hluta. Nei, sem ég skil þú veist, og það er náttúrulega komað mjög mörg handrit inn á bort til okkar. En ég minnist þess ekki, allavega nýlega fengið ekki mikið að hryllismyndum. Held það. En þetta er svona, en það til að segja með þetta handrit, þú veist, leinilegu, þetta fórum í bara svona ágætt endurskrif, og þóttu hlaðir á, þú veist, Auðun eða Stenda eða Steinólinu eða hverju sem hliður utan á, þú veist, handritið þarf að vera gott í grunninn, svo þetta verði gott efni. Já, ég meina algjörlega. Skilur, það er grunnurinn á þessu öllu, þannig að ég er mjög spennt að sjá hvernig það gengur hérna heima. Það er svolítið skemmtilegt, það virðist vera að koma svolítið hæp og þá mjög sniðugt, ég veit ekki hver ákvað að gera það en að fara þessa leið að sýna hana út á okkur festivalum og svona. Já, okkur var náttúrulega búið á þetta Er þetta ekki bara 1 eða 2? Eða þetta er ekki bara... Hún er búin núna að vera á 4 festivalum. 4, já. Einmitt. Við byrjuðum þarna í Locarno og það var bara mjög fyndið í raun og verið ferli alls saman. Og það er það sem kannski búið að vera svolítið geggja við þetta vegna þess að Hannes hefur aldrei verið á neinum kvikmyndahátíðum, þannig séu þetta er hans fyrsta kvikmynd og hérna Kristoff í kvikmyndamiðstöð var búin að pizza þessari mynd við hann listarna stjórnandan í Locarno. Og Locarno er bara rosalega stór og virt hátíð. Svona listran kvikmyndahátíð. Okay. Og svo hringir hann í mig, listarna stjórnandan, og segir bara, Lilja, ég er búin að horfa myndina, hún er geggjuð. Já, hann fekk eitthvað skrínir. Já, hann fekk skrínir og hún var ekki eins og tilbúin þá. Hún vantaði alla VFX-vinnuna og ég var mjög feimin við að senda þetta út til hans. Þetta bara eitthvað rough cut bara? Nei, klippið var tilbúið en öll hljóðvinna og VFX-vinna var eftir. Og þegar það er eftir, þá er bara 1/3 eftir að myndinni, sko. Þannig við sendum þetta út og hann hringir í mig, ég er einhvern göngutúr með krakkana, sko, og bara, hver er þetta? Já, og svona bara, strákar, ég er að tala í síman. Bara, Lilja, ég er bara búin að horfa þessu mynd, þetta er geggjað, mér langar að bjóða okkur á hátíðina. Ég hugsa bara, shit, hvað, já, geggjað, og bara já, og sko í aðalkeppnin og á svona hátíðum þá eru boð, þú getur komið og fengið að sína myndina sem bara partur af prógraminu, en svo ef þið eru boðið í aðalkeppninu, þá ertu svolítið, það er svolítið aðalnúmerið á hátíðanum og það eru nokkru myndum boðin, þú veist, kannski 10-15 myndum sem er að keppa á hátíðinni og hann sagði bara, mér finnst það bara geggja körbóla svo hátíð bara taka einhverja svona allt öðru sem mynd og bjóða henni og ég sagði bara, já, hörðu, þetta er geggjað, pínu stressandi það er alveg viss, þú veist ég minnst aðeins svona pínu þetta er geggjað, ég vil alveg gera það sko en ertu alveg öruggum með það? Fannstu fyrir ykkur stressi? Já, og svo hvað stressið mitt var að mæta á þessa hátíð sýnana og svo myndu gagnrýnendur horfa hana sem eru vanir að horfa allt aðra típa mynd á þessa hátíð og búast við þannig myndi að sáti ég svo hrættum að þeim myndi slátrinni bara hvað er þessi mynd að vilja upp á dekk og það var sem svo stressandi að taka þessi ákvörðin og ég hugsa ég vel, allir sé bara betra að hafna þessu í staðin fyrir að fá ömöld review og að sé bara slátra þessari mynd áður en hún fæðist og þetta er svolítið risk að gera algjörlega. Og en þeir elsku hana sem var bara geggjað og það var þvílíku léttir að fá þessi review svona fyrstu gagnrýnin að það var í jákvætt því að þetta var í raun mjög stressandi og en svo var þetta bara ferli skemmtilegt frá til það var gaman, gaman að tilkynna Hannes og öllum hópnum með þetta því að Hannes að fyrsta lagi bara, er það, já, hátíð hann virka mjög chillaður gaur mjög, þetta var mjög skemmtilegt að fara að vinna með þeim öllum, sko hafði ekki hugmynd hvað hátíð þetta var í fyrsta lagi, sko og gerði sér enga grein fyrir hversu stór viðurkenning þetta var fyrir myndina og svo náttúrulega vakti alveg gríðalega athygli að voru við með eitthvað fótboltamann að leikstýra það fannst fólki ótrúlega skrítið þannig að við vorum þegar komið ekstra athygli út á það en hann er menntaður
Er það ekki rétt? Er ekki Hannes menntaður leikstjóri? Það held ég ekki. Nú, ok. Það er fréttnæmt fyrir mig. Afsakið Hannes ef svo er. Ég er ekki klár á því, sko. Ég held að hann væri lærður. Ég ekki segja eitthvað rugg. Ég held ekki, sko. Ég veit það ekki. Fyrir ekki að Hannes. Fyrir ekki að Hannes. Ég er ekki alveg vissum þetta. Þú flottur. Saman hvort þú ert menntaður eða ekki. Þáttu góður. Þetta er góður. En hann var spenntur. Já, og nú man ég ekki að segja, já, hann var spenntur, svo komum við inn í bíó og það er bara fullt hús, það er 1500 manns og það er bara ótrúlega frábæra upplifun að sitja í bíóhúsinu og heyra fólk hlæja að bröndurunum og réttum stöðum og það er náttúrulega fullt af bröndurum sem skildi ekki, það er rosa mikið lokal djóki, en við eittum svolítið miklu tími að þýða myndina og þú veist, og þá breytir maður kannski aðeins brandurannum þannig að verði meira gangi meira í alla og það verið það tekist bara ágætlega til það fólk hló, eins og á mörgum stöðum, alls ekki öllum, því að það er vantað svona litli núansana og svo einu stað sem ég ætla ekki að segja hvar en þá stóð fólk upp og klappaði í atriðinu. Það bara braust út í fagnaðarlæti og það var bara, ég get viðkvæmt, þá bara lágu tárin hjá held í flestum Íslendingunum, það var svo geggjað. Og ég fæði bara gæsu og þá að ræða þetta, sko. Þannig það var alveg ógeðslega skemmtilegt. Og svo eftir Locarno, þá fór hún á Fantastic Fest, sem í Bandaríkjunum, sem er svona risa sjanrahátíð, sem er bara þannig hátíð. Svo er það... eitthvað boð á allar sátíð? Virkar þetta þannig? Já. Svo er London Film Festival. Maður þarf að, þú veist, fólk horfir á myndina, listanastjórnirna horfir á myndina og þeir ákveða, þú veist, hvort að þeir vilji sína þessa mynd á hátíðinni sinni eða ekki. Þannig London Film Festival býð okkur líka og það var alveg geggjað og þetta er svona nokkra seksjónir og þeir settuði gamanmynda seksjónir og það var annar stressfaktor hjá mér. Og það breskur húmor er bara svolítið beittur og ég var svolítið hrædd að þeir myndu kannski ekki alveg ná þessu en það voru bara geggjaðar viðtökur sko og salin hlófullt og gagnrýnin enn sem kom er alveg geggjuð sko. En mér finnst líka brilljant titillin á þessar mynd á ensku. Hver ákvað það? Cop Secret. Ég man það ekki. Mér finnst það sniðuð titill. Hvort það hefur verið Hannes sem bara brainstorma eitthvað tímann Já, en þetta var smá svona þú veist, þetta var smá fæðing sko að finna hann titil já, ég man það ekki en góð titil, já, mjög góð titil svo er hún núna og er að klárast núna á Busan filmfestival og það er svona stærsta Asíufestivalið og svo núna í nóvember erum við að fara til Lübeck í Þýskalandi Já, þið alveg að fara fleiri þó sem búið að frumsýna Íslandi, þeir bara fara á fyrsta hátíð. Og þar verður hún opnunarhátíðin á festivalinu. Þannig að það verður svona gala opening night og þar er leynluga. Það er geggjað. Já, það er svolítið styrla, sko. En hvernig virkar þú síðan framaldi? Er hægt síðan að selja myndina út, eitthvað sýningarétti eða... Já, það er náttúrulega draumurinn. Þannig að þú gerir helst en snemma í ferðinu hægt er að finna söluaðila á myndina þeina sem að við erum með á þessa mynd. Og þetta er bara góð, frábær auglýsing fyrir myndina sjálf, allar þess að hátíðir, þessi góð gagnrýni. Já, og það hjálpar til náttúrulega við sölu. En þó samt að fara hátíð eða góða gagnrýni, það er ekkert saminsemmerki að selja mynd, sko. Því miður, það virkar ekki alveg þannig, maður heldur það, en það er það ekki endilega, en það er samt, hún er byrjuð að seljast. En þetta er alltaf eitthvað hark í rauninni? Já, þetta er alltaf hark. Það er bara svoleiðis. Það er sem ég heyri alltaf með hann bransa. Það er hark og leysa vandamál. Já, það er bara alltaf eins, sko. Þannig að, en jú, hún er alveg byrjuð að seljast og það er alveg dásamlegt. Og það eru margar myndir sem seljast bara ekki neitt. En er það ekki líka svolítið mikið léttir þá fyrir þessari mynd? Alla sem koma að þessari mynd, þú veist, ok, við erum að ná að selja. Ok, þetta er alveg að ganga. Jú, en að ná að selja því er ekkert endilega að peningur sé endilega strefminn, sko. Það er líka bara pínu lottó, sko, hvernig það er. Nú, ok, virkar það þannig? Já, þetta er svolítið svona, þú finnir söluaðala fyrir myndina þeina. Sem að í flestum tilfellum með svona auðvildastur og finnir söluaðala sem selur hana worldwide, sem hefur svo söluréttin að selja hana í öll önnu löndum á Ísland.
Ok. Þessi söluaðili til dæmis segjum að hann seldi til Þýskalands. Já. Þannig þá finnur hann dreifingaðalega í Þýskalandi sem segir, ég ætla að borga þessa x upphæð, þá ég réttin á dreifinu í Þýskalandi. Og þessi upphæð ekkert endilega rosalega há upphæð og það fer bara eftir hvað vörðu úr með svo sem, en þessar upphæðir yfirleitt ekkert rosalega háar. Og svo fer eftir hversu duglegur hann að kynna hann í Þýskalandi og promóta hana, þú veist hversu margir koma í bíó. Þetta nokkuð þrep í rauninni. Þetta mjög mörg þrep, þannig að þú ert að treysta á að allir aðilarnir sem þú ert að fara að vinna með eru aktuelt að fara að reyna í þessari mynd út. Fyndi einhvern veginn, maður sér alltaf fyrir sig bara, já, ef þið eru búin að selja hana, nú getum við fagnað. Nei. En það bara... Það er bara eitt skrif, svo gefur við næsta skrif. Og þá hjálpar eins og að sýna hana á þessari hátíð í Þýskalandi, þegar það hjálpar náttúrulega til við kynningu á myndinni. En allt svona helst svolítið í hendur. Áhugavert. Já. Mér finnst það. Mér finnst það líka áhugavert. Þetta er líka svo, þetta er svo flókið einhvern veginn. Ég held að margir gera sér ekki grein fyrir þessu, hvað gerst bak við tjöldin. Já, þetta er bara alveg gengdalið svinna. Það er bara þannig. Og svo farið bara einhverja samninga og þeir eru bara 10 blaðsir og þú ert að lesa í gegnum alla og það er alls konar klausur og hólur sem þú ert að passa upp á. En sjáuð þið þetta? Er það Pegasus sem sér þetta? Söluaðilinn og Pegasus. Þið dílið? Já, söluaðilinn dílar við dreifingaðilann, kemur svo með samning til okkar, bara heyrðu, við erum búin að forskanna hana samning, þetta eru hólurna sem við sjáum, við fyrir bara eftir svo sem hver söluaðilinn hversu öflugur hann hérna við fyrir með hann líka, heyrðu, okkur líst ekki á þetta og þetta og þetta, maður þarf bara að hugsa alls konar hluti, þú veist, hvað hefur hann réttinn lengi, hvað ætlar hann að borga mikið, hvað má hann eða miklu í auglýsingar, þú veist, það er alls konar budget hann innan, heyrðu, já, ég ætla að kynna hann fyrir x mikið pening, þannig að þú fær ekki tekjur fyrir ég er búin að fá fyrir auglýsingunum mínum tilbaka. Það er svona alls konar skref á leiðinni og hann að kaupa réttin af bíó og sjónvarpi og voddi eða whatever, skilur þú svo að skoða hvaða sem hann í raun að fá réttin af, sko. En svo sem dílar við svona, ég meina, það til þess ekki leikstjórinn, eða nokkuð. Nei, hann þarf að hafa ekki alls konar öðru hlutum. Já, hann að pæla ykkur öðru, en framleiðslu deildin eða hliðin eða fyrirtækið, það sér svona samninga. Já, ekki nema, náttúrulega í sumum tilfellum leikstjórinn líka framleiðandi. Já, þá myndi að taka þátt í þessu. Já. Þannig að þetta er svona alls konar bland, sko. En annars svona ekki. Af því að ég átt velti fyrir mér bara hvað gerir framleiðandi? Já. Af því að þú ert með handritshöfund, þá svona, já, hann skrifar handriti, leikstjórinn leikstýrir í myndinni, leikarinn leikur, framleiðandinn framleiðir, en hvað felst í því? Hvað gerir þessi framleiðandi? Já. Og mér er ekkert skriftu og spyrir, sko. Maðurinn minn, þú sem er búin að gifta í 20 ár, hann er farin að framleiða núna líka, en hann spyrir mig oft bara, hvað ertu að gera alltaf í tölvunni? Svona, hvað getur þið mögulega verið að gera núna? Vinnudótt. Ok, en hvað er þá vinnudótt? Það ég mjög, bara viltu fá frá A til Ö, bara svona allt ferlið. Hvað er með svona cliffnót, svona stærstu? Svona stærstu að ofsalega mikið að gera samninga, passa upp á all réttindamál, ráða inn fólk, sækja inn pening, skipuleika tökur, passa eftirvinnsluferli í gangi smúð, finna söluaðila og reyna í þetta út á festival. Þetta er alveg bara 30 sekúnda. Já, ég geti myndið mér að þessi mikil vinna á baka allt svona. Já, svona. En ok, þannig að framleiðandinn, þetta er svolítið svona hans svið, það sem framleiðandi gerir. Já. En hver er þá munurinn? Maður sér út í bíómyndum. Það er eitthvað svona producer eða executive producer. Hver er munurinn þessi tvenni? Hver er munurinn? Sko, executive producer, svona stramt til orða tekið, ber ábyrgð á peningahliðinni. Þú veist, þetta er svolítið erfið þýðing á þessu orði. Executive getur þýtt í raunum verið í dag rosalega margt. Er það til á Íslandi? Er til producer og executive? Já, það er sko, þýðingin er yfirleitt yfirframleiðandi, sem er svolítið skrítin þýðing út af að, þú veist, executive kannski yfirframleiðandi líka, en það er alls konar, við höfum séð þýðingu sem er skrifstofuframleiðandi, eigendaframleiðandi, yfirframleiðandi,
aðalframlega, þetta er svona alls konar þýðingar. Já. En til dæmis, til dæmis við gerum eina bíómynd í meðframleiðslu sem var stórleikari að utan. Hann kemur inn í myndina, hann lækkar fíið sitt og fær executive framleiðandi í staðinn, executive producer titil. En fær hann það kannski prósentur af hagnaði eða eitthvað í staðinn? Já. En hann að gera eitthvað framleiðandadót? Nei, en það sem hann gerir samt að verkum er að maður getur jafnvel lokað fjármagninni út að hans nafni komið í myndina. Hann hefur það mikið virði að það að fá nafnið hans þýðir að einhver fjárfestir til að koma inn. En væri ekki nóg að vera leikari? Af því að hann er executive producer, er það að hjálpa ykkur ennþá meira? Nei, það er bara titil sem fær fyrir þetta. Ég er bara alltaf veltað ég sé stundum í eins og sjónvarpsþáttum. Þú kannski með eins og, ég bara nefna eitthvað dæmi, þú kannski með Breaking Bad og fyrsta sería, það veit ekki hvað þetta verður, veit ekki hvað það vinsælt, svo er þetta vinsælt, svo er Bryan Cranston kannski orðin executive producer í season 3. Já, en var hann það ekki season 1? Ég bara taka eitthvað dæmi, ég man það ekki alveg, mér minnir ekki, en ég oft sé þetta í sjónvarpsþáttum, það verður síðan allt í einu executive producer. Já, og hann er bara orðin það mikið virði í þessu þætti. Hann er bara orðin einn af svona elitu tíminu sem sér bara allt dæmi. Já, mögulega sko. En þetta er alls konar. En þeir sem eru ekki leikarar, en eru samt executive producer. Svo eru önnur tilfelli. Executive producer getur til dæmis verið eigandinn af fyrirtækinu sem framleiðir myndina. Hann kannski kemur ekki beint af framleiðsluferlinu en hann er eigandinn af þessu fyrirtæki og ber þar að leiðandi fjárhagslega áhættu á þessu verkefni. Já, ég skil. Það orðið executive producer. Eða í öðru tilfelli við vorum við þjónustum risa sjónvarpsseríu í 7 ári röð. Þar var framleiðandi sem var 80 aðstoðarleikstjóri, en var svo miklu meira en aðstoðarleikstjóri, hann var framleiðandi líka og í raun og veru svona yfirumsjón, svona kreatíft yfirumsjón. Hann að lokum var executive producer á þeirri seríu. Og það er bara, þú ert bara komið með það mikið virði í þessari seríu og þú ert búin að vinna þar inn fyrir. Já, þú vinnur þetta upp kannski í þetta titil. Í þessu tilfelli, já. Að einhver leiti, það er möguleiki. En þá ertu með síðan producer. Já. Og þeir eru oft nokkrir. Já. Kannski með 3-4 nöfn eða eitthvað, jafnvel fleiri. Já. Hvernig gengur það fyrir sig? Þá er kannski bara verkaskipting á milli. Já, þú séu þetta, ég séu þetta. Já, þú ert að segja þetta, þú séu kannski 3, þú ert inn í þróunarferlinu, þú ert á tökustað, þú tekur við eftirvinnsluferlinu. Það er rosalega misjafnt hver gerir hvað. Svo ertu með eitthvað sem heitir co-producer líka, meðframleiðandi. Það er það framleiðandinn, eins og ef ég var að gera íslenska bíómynd og við myndum fá danskan framleiðanda með, þá er hann meðframleiðandi, danski framleiðandinn. Já, hann er þá co-producer. Já. Það er svo mikið, ég oft velt fyrir mig bara hvað þýðir þetta alls? Hvað er þetta fólk að gera? Já, og hvað í ósköpan meiri þetta að gera í þessu? Það er alltaf að gera eitthvað, sko. En eins og með þig, ég sá á Pegasus síðunni að það stendur, hvað stóð, managing director hjá þér? Já. Hvað þýðir það? Það er framkvæmdastjóri. Það er bara framkvæmdastjóri? Já. Bara framkvæmdastjóri yfir öllu batterinu eitthvað? Já. En eins og með það, þeir eru ofta að vinna líka með erlendum aðilum. Og ég sá síðunni að það er ekkert það mörg nöfn sem vinna hjá Pegasus. Nei, það er fátt, sko. Er það sem bara alltaf verktakar? Er þeir sem bara finna? Já. Þannig ef eitthvað erlend fyrirtæki kemur til ykkar, segir við erum að fara að taka upp Game of Thrones eða eitthvað, þá talar við ykkur og hvað gerir þið þá svo í þannig ferli? Þá bara kíkjum við á verkefnið, hvað vil ég gera hérna heima? Já, okkur langar að taka upp upp á Mývatni. Skilur, og við viljum gera þessa senu, á metu við, eða það fólk, við erum með framleiðendur í vinnu, fastráðið hjá okkur og búin að vinna í mörg ár, þá kíkja þau bara á þetta, kíkja á handriti, heyrðu okkur, við teljum að þið þurfum þetta og sendum út til framleiðendans úti. Svo er þetta bara ping-pong fram og tilbaka, nei, við þurfum ekki svona margir leikmynd, við þurfum bara þetta, svona samvinnuverkefni, hvað þarf til að við getum uppfyllt kröfurnar í þessu verkefni. Svo er það bara svo misjaft, hvert verkefni verið sig. Sum verkefni vilja bara koma mjög fá að utan og vilja hafa bara Íslendinga, sum vilja taka eins og oft í þessu sjónvarpsseríum, þá eru þau kannski að vinna alveg 8 mánuði í röð saman, það bara koma þau öll yfir
svo var ekki að skilja einhverja 30 eftir úti og bara einhverja 8 daga á Íslandi og koma svo tilbaka hvort að greiða þeim laun, þannig þau oft koma svona flestir yfir, en þá oft jafn mikið Íslendingum með. Þannig að allt unnur krúið orðið 200 manns að veist af Íslendingum og erlendum aðalum, skilurðu. Og svo fer það líka eftir því bara hversu mikla þjónustu vilja þau. Og sum verkefni vilja koma bara og fá einhverja starfagons fyrir leikarana og bílstöru fyrir hvern og alls konar matarkröfur og hvað sem að meðan aðrir segir bara nei, þau bara eins og í Game of Thrones, það var aldrei neitt svona vest. Leikarnir sátu bara út í dining bus sko, með hinum. Já, bara með okkur allum og þannig að það fyrir bara eftir hvers konar kröfur og þarfir ertu með. En það getur verið alls konar. Alls konar. Og þá fyrir við bara yfir það og þau ráða inn fólk sem bara vantar hverju sinni og þú veist, það ég held að það sé 600 manns verktakar á Íslandi, þannig að það alveg fullt að færi fólki sko úti til að ráða það inn, en í grunninn við mjög fá. Já. En Pegasus ekki búið að vera alveg í, hvað svo, 30 ár? Jú, heyrðu. Hvað ert þú búin að lengi í það? Byrjaði fyrst 99. Ég 99? Já, 99 og svo hætti ég því ég eignaði sína dóttur mína, fyrsta barn og fannst ég þyrfti nú að fara að finna mér alvöru vinnu, sko. Alvöru vinnu? Og fær svolítið svona oft einhverja svona bara glóriur. Já, mér fannst bara að ég gæti ekki inni við áhugamálum mitt, maður fá líka smá. Að það væri eitthvað, þyrfti bara að finna mér eitthvað svona alvöru 9-5. Ég veit þetta galin pæling. Þetta svo finnst hvað maður fljótur að hugsa svona. Já, og það var, þetta var bara margþætt. Ég hafði alltaf einhvern veginn unnið í, foreldrar mínir sem sagt, pabbi tökumaður og framleiðandi og mamma grafískur hönnur, þannig þetta var einhvern veginn eitthvað sem ég bara alltaf, heimurinn sem ég alltaf verið í. Þú ólst svolítið upp í svona umhverfi. Já, þú veist, fyrsta verkefni sem ég var 13, sko. Svo gjörði sem að heimni og þá fekk ég ég var alveg júslega starfsmaður, sko. Varst það ekki kaffi? Já, svoleiðis og sópa gólf, þú voru, sko, pabbi var tökumaður þessu verkefni og framleiðandi minni mig. Og þú voru með stórt stúdíó í Kópavogi, vesturmegin, á Kásnansinu, að segja. Og voru búin að byggja rosa leikmynd og ég fekk að vinna þar. Þannig að það þetta sopa gólfin og taka til og búið til ekki búið til mat, ég náttúrulega var ekkert að taka því, sko. Svona afgræða mat eða sækja. Já, og eitthvað svoleiðis, sko. Og svo næsta verkefni eftir það held ég hafi verið, ég var ekki með bílpróf, ég var sennilega 15 ára, 16. Og þá var svona fyrsta þjónustuverkefnið sem ég vann í og það var Judge Dredd verkefni með New Line Cinema og þá tekið á Vík í Mýrdal. Með Stalló? Já, og og þá voru við á Vík í Mýrdal, þetta var sumri til, ég man ekkert hvað var hún lengi, nokkrar vikur, sko, og þar fikk ég líka vinnu í eldhúsinu að smjúra samlokur og hita upp á kaffi og eitthvað svoleið, sko, og fannst það náttúrulega alveg ógeðslega skemmtilegt og var alveg sjúklega rík eftir þetta sumarmanni. Já, það. Það var það unglingavinna, sko, það þetta borgaði betur. Og já, þannig ég hafði einhvern veginn alltaf gert þetta og svo 99 þá ég búin í menntaskóla og og bið framleiðanda í þessu fyrirtæki að ráða mig. Bara þess viltu suðaði minni, sko. Og svo bara unnum við svo vel saman. Þannig að það gekk alveg rosalega vel, en svo verið ég ófrísk og þá finnst mér svona ég þurfa að finna mér eitthvað alveg starf, sko. Ég get ekki verið mamma og unnið eitthvað hobby, sko. Það myndi aldrei ganga. Þannig ég fór í háskólan og útskrifaðist þaðan og fekk vinnu í háskólanum í eitthvað smá tíma og var ekki alveg að finna mig þar og fekk svo vinnu á Símanum sem var geggjað og verð þá ófrísk aftur
Og það svolítið svona þegar þú verður ofskrift, þá ferðu svona hugsað þinn gang, það líka þá ertu tekin svona út úr daglega amstri og það getur svona farið að hugsa eitthvað aðeins og þá fann ég bara hvað ég saknaði þess ríkilega mikið. Já, þetta togaði. Já, þetta var fattaði líka að þetta var, þú veist, af hverju get ég ekki inni við áhugamál. Þú veist, það svolítið galin pæling, sko. Þannig að þá kom ég aftur. Og það er þá, hvað árið þetta cirka? Þá þegar byrjaði 99, hætti svo einhvern tímann hana og kem svo aftur 2000 og byrjun árs 2010. Og ertu búin að vera þá straight síðan þá? Já. Já, ok. Það, já, þannig að þetta er alveg 10-11 ár kannski, cirka sem verður nú straight í þessu. Já, tók þannig 4 ára pásu. Ég fór að finna mig í 4 ár. En það gerist ímislegt við maður. Ég er sjálfur nýbúin eignast barn, sko. Já. Fyrsta barnið mitt. Já. Hann er 9 mánaða og það er einhvern svona, já. Já, þið fannst þú þurftur að skipta vinnu eða... Já, svona, mér er svona gana að gera þetta. Ég er svona að reyna að búið til karriér úr þessu. Já, eða fannst þú þurftur að köpa nýjan bíl. Já. Já, þetta er eitthvað svona... Það breytist eitthvað hjá manni. Já. Og ég hef hugsað líka þetta eitthvað, ég get ekki bara að gera eitthvað podcast, ég þarf að fara að finna mér vinnu. Nei, það er alveg vilsa. Ég skal spara þessi 4 ár. Það heldur bara áfram að gera þetta. Ég er nefnilega held í þessu góðin inn á það, ég ætla að reyna að harka þetta að mér. En hvað hefur þú breyst? Það er mjög áhverð, þú er búin að vera svo lengi í þessu bransa. Já. Hvernig hefur þetta breyst? Bransin, bara almennt. Ég held bara að þetta er orðið meiri svona alvöru iðnaður og þá er ekki að meina að við vorum ekki alvöru iðnaður, heldur er aðrir farin að átta sig á því að þetta er alvöru. Bara þetta er listgrein og iðnaður sem er alveg vegur alveg þungt af vogarskálunar. Ég held að sé meira það að svona ásýndin á kvikmyndagerð var meira þetta er eitthvað hobby og þú veist, þetta er bara einhver viltingabransi og þetta er öll heim í 101 það var bara eitthvað svona ótrúlega skrítin sín á þetta. Þú veist, ég bý ekki til 101 sko, ég bara einhver stærri kóbói en það er búið ég ætla að held það, ég held að það sé löngu búið þannig að það er kannski aðalega það að fólk er svona að fara átt að segja því, já, heyrðu og það spyrir mig engin lengur, já hvað vinnur annað við líka þú veist, fannst að fá það? Já, eða á svona, já, vinnur svoleiðis sem ég fannst ógst að skrítið vegna þess að ég var bara uppalinn í að þetta væri bara þú veist, alvöru atvinna og þú veist, þú getur bara unnið við listgrein og það var bara vinna en svo fær maður einhver svona hugvillu, einhver svona ófrísku móki og finnst það eitthvað fyrir að láta hafa eitthvað svona áhrif á sig og fyrir að hugsa eitthvað óskilt sko. En annars já, þá var þetta alltaf að vinna. En mér finnst það bara orðið meira, það er bara fengið meiri vikt sem er alveg frábært og það eru fleiri og fleiri sem eru komnir með atvinna að þessu og líka bara orðið meiri fastari rammi utanum þetta og það er meira erlendum verkefnum sem eru að koma inn og stærri verkefni þannig þetta er, þú veist, fyrst þá var meira auglýsingar Já, þeir eru að koma að hinga og gera auglýsingar Já, þú veist, það var einhver ein bara örfár bíómyndir sem komu og þetta er svo Judge Dredd, James Bond og einhver þannig verkefni en annars voru stóru verkefnin voru bílaauglýsingar og bankaauglýsingar og tryggingafélög og eitthvað svoleiðis og utan sem komu og litlu verkefnin voru tónlistavídeó og eitthvað svoleiðis. En nú er bara allir skalinn. Núna koma stóru auglýsingar, það koma litlu auglýsingar, það koma photoshoot eða ljósmyndatökur og afsækjalla slettunar. Ég reyna að sletta sem allir minnst, það bara gerist óvart. Það sletta allir. Og já, það er búið að aukast greiðalega. Já, og svo er bara svona allur skalinn og þú veist, starfsfólki heim er alveg bara með gigantíska reynslu. Og starfsfólki í Pegasus, þeir eru flest búin að vinna bara í mörg ár og bara reynslu að taka móti svona stórum flóknum verkefnum. Þannig að bara fá heyrðu, við þurfum að fá svona og geta gert ykkur kostnaðaráætlanir alveg ótrúlega snögg og fljóta því ég er ekki að gera það sko. Ég verði aðeins lengur að því í dag sko, að taka eitthvað svona þjónustu. Já, að gera eitthvað svona kostnaðaráætlun, eitthvað svona, hversu flókið er það? Að gera eitthvað budgetplan, eitthvað? Ef þú ert komin í eitthvað æfingu, eins og fyrir mig að gera fyrir íslenska mynd, eða eitthvað sjónvarpsþátt, eitthvað þess eðlis sem við erum að framleiða sjálf, ekkert mál, en að fá þjónustuverkefni, ég verði lengur að því. Og það ég er bara ekki að gera það. Nei, líka ég er ekki að gera það allan daginn.
Nei, ég skil. En þau eru bara að gera allan daginn og vita bara, já, þetta kostar þetta og þetta kostar þetta og hérna þessi súperjeppar og þessi veiða menn ég væri, hvað kostar aftur þessi 6 jólatryggur eða vatni, ég er ógeðslega lengi að þessu, á meðan ég svona veit stærðarfaktorina af okkar verkefni. En segjum við það, eins og með svona kostnaráætlun, sem ég er búin að handla núna, ég er bara að láta þið lesa það, þú myndir lesa það. Gætirðu spotta nokkuð veginn strax bara, þetta er ekki að kosta 20 minnir, þetta er að kosta 100 minnir. Þetta er mjög, já, ef þú myndir silla með að setja, já, hörðu, ég ætlaði alltaf að setja trukkkeirinn í Hörpu og svo ætla ég að springa hann eftir á. Og viðstættir eru 2000 manns, þá veit ég bara, þetta er ekki að fara að ganga upp. Þú veist, með þetta budget, en þá getur þú kannski gert bara eitthvað annað, heyrðu, er möguleiki að hann keir ekki inn í Hörpu, þetta er bara reiðhjóls sem keir inn í tjald, neðjók. Svaka breyting. Þetta er geggjað og úrsælt til það. Þetta hljómar svo góð mynd. En þú, skilum við, það er svoleiðis eða rosa mikið að tæknibrellum, eða mjög mikið að mannmörgum senum. Er það svona svakalega dýrt? Já, þá þarftu bara, þú þarft að borga fólki fyrir að koma. En eins og, ef þetta væri bara eitthvað svona, bara mikið svona dialogue-based, svona mikið fólk bara tala saman, það kannski ekki það margir leikarar. Já, þá er það bara en þetta er samt alltaf dýrt. Já, þetta er alltaf dýrt. En svo eins og, segjum bara að þú myndir vilja gera bíómynd bara hér inni. Bara dialogue-based og þú þurfum aldrei að fara að netta þennan stað. Það gefur auðvitað að það er bara mjög hagkvæm bíómynd. Því þá þarf ekki að fara marga tökustæði. Bara það eitt, eins og til dæmis, þú lest handrit og manneskan fer á 50 staði. Hann á heim einhver staðar, hann er að vinna einhverju stað, hann fer í 18 búðir, hann fer, þú veist, allt þetta skilur upp. Þá er þetta fyrst alveg undirbúningur að finna þessa 18 staði. Og það er manneska sem þarf að finna þessa 18 staði og svo þarf þetta að fá leyfi fyrir þessum 18 stöðum. Svo þarf þetta að finna leikmynd fyrir alltaf þessa staði ef að þú ætlar ekki að nota staðin eins og hann er. Þannig að það eru svona hlutir sem gerir þetta dýrara og svo tökudeginu þarf þetta að keyra á þessi 18 staði, setja allt út úr trukknum. Bensíni. Já, þannig að það eru þessir hlutir sem getur svona auðveldlega að segja, já, heyrðu, en þetta er geggjað, en hann þarf kannski ekki alltaf að fara á alla þessa staði. Það er mögulegt að fara bara 5. Skilu, og ef það skadar ekki handandi, þá er það allir bara fín leið að ég skera pínu niður. En er það með líka sem þú kannski gerir, þú bara tökum leinlökan sem dæmi, þú fær eitthvað handið til að endurskrifa, er það eitthvað sem þú spottar bara strax, bara heyrðu, hann þarf að fara bara 4 staði, ekki 7, getur við gert það? Já, og þá er náttúrulega langt farsalegast bara að setjast niður með leikstjóranum að handrita teiminu og segja, heyrðu, ok, við höfum ekki alveg efna á þessu. Er einhver möguleiki til þess að þetta atriði gerist á þessum stað, í staðinn? Eða getið þið fundið út einhverju leið með okkur, þess að við gerum saman að finna út að skera niður þetta og þetta og reyna, ef við gerum þetta saman, þá er það hægt. En í sumum tilfellum er það bara alls ekki hægt og þá kannski áðum bara ekki efna þessu verkefni. Já, ég skil. Og þá kannski líka ágætt bara átt að sjá því, heyrðu, nei, þetta handrit verður bara lélegt. Já, ef þið byggt mikið í svo og köttið niður. Já, þá bara ágætt að setjast niður með leikstjórunum og handritsöfundunum í sumum tilfellum með það bara sama maðurinn og bara lilla nei, þá erum við bara búin að skaða myndina svo mikið að þá er kannski ekki þess virði að gera hana. Já, ég skilji. Þú veist, það er ekki neitt einhver kongur, einhver framleiðandi ekki bara, já, skerum þetta, þá verður þetta ekki, þú veist, þetta er alltaf samvinna. Það er málið og þú kemst ekki, þú nærði ekki að klára eitthvað verkefni, enginn í teiminu nærði að klára verkefni ef þetta er ekki samvinna. Það er bara... Nei, algjörlega. En það er sem svo fallið við bíómyndir, þegar það vel tekst til. Já. Að það er svo margir sem koma að þessu. Já. Það er hálfgeitt kraftaverk þegar maður horfir okkur af kvikmynd og maður bara vákan er góð. Já. Þetta hljómar svo erfitt að gera þetta. Já. Góða mynd. Já, en sko, já. En svo er það ekki erfitt ef allir eru í sama liði. Nei, það er málið. Já, en er það ekki að þetta er svo margir persónleikar, alls konar fólk, Jú. Að þegar þetta næri einhvern veginn að vinna svona vel saman. Og þá bara gerist eitthvað kraftaverk. Já, það er svo mikið fegur í því. Já, og það er nú bara svona flest verkefnin sem við unnið hafa verið þannig. Og það er svo skemmtilegt. Já, þið hafa alveg já, ég skil. Þannig það þarf svolítið að takast til þess að þetta verði svona verkefni.
Og svo líka einhvern veginn, það gefur kannski auðvitað þú ert að vinna með þessu fólki svo mikið og lengi Já. að þú vilt þetta sé Svo bara þokkaleg samvinna. svo bara kemur stress og þú ert að vinna langa daga og þá bara geta hluti farið að brotna undan álægi og það ekkert, það gerist alveg. Já. Þú veist, það getur bara alveg komið upp á einhver bara brotnund álægi fyrir bara að gráta og þú veist, það bara koma alls konar hlutir upp og þá þarf maður svolítið að treysta hvort öðru, bara heyrðu, komum bara aðeins inn til liðar, tökum bara aðeins, öndum okkur bara í gegnum þetta, hvernig getum við fundið út úr þessu, þú veist, það koma alls konar hlutir upp. Eða svo koma bara hlutir upp eins og heyrðu, við ætlum að taka henni, það bara snjókoma. Þú veist, það átti að vera sól. Hvað gerum við nú? Hvað gerir þið þá? Það þarf bara að fresta þessu, takja upp þá bara eitthvað inni? Já, það ekki mjög ákjósanlegt þegar þetta kemur upp, en þetta hefur komið upp, skilurðu, og þá þarf maður svolítið að snúa öllu á annan endan og En það ekki svo ógeðslega dýrt? Ef þið búin að ákveða eitthvað, það á morgun að taka upp hérna í, það sól, eitthvað vonandi, svo kemur snjókoma, allt krúið bara á stopp eða hold. Það getur verið mjög óhefilegt. Það þannig. Og það alls konar svona, eins og núna vorum við að taka, ekki að ég hafi neitt ánægja að ræða COVID, sko, en við vorum að taka leinilegu upp í miðju COVID. Og við þurftum náttúrulega bara aðlaga okkur að alls konar aðstæðum og ekki bara það COVID heldur Hannes náttúrulega var landsliðsmarkmaður og var að bylja hann fótboltaæfingum þannig að þurftum aðlaga okkur í kringum það líka þannig að það alls konar svona hlutir sem að ég er svolítið vaður einu í annar og tala veðrið Nei, þetta er skemmtilegt og svo náttúrulega þú veist, Auðun og Egill eru með útvarpsþátt alltaf þessum dögum og Steinólina að eina leika í leikhúsinu og Svepp leika í hinu leikhúsinu og það bara alls konar og Hlynur út í einhver verk, þetta bara fullt af faktorum skilur sem skipta máli sem að þarf svolítið að ná einhvern veginn að púsla saman þá kemur geggjaður aðstofleikstjóri mjög sterkur inn sem með alla þessa faktor og bara heyrðu þessi sér, það góð viðspá hér, þetta hér og svo, og nú alls saman bætti spjöfitast COVID og þá alveg, já, heyrðu ves, það var breyta reglana með að bara 20 vera saman í einu rými. Ok, hvernig leysum við þetta? Þetta var svo martra. Það var algjörlega martraðkent, þannig að það var, þú veist, svoleiðis hlutir sem þurftum að fara yfir, þannig að við til dæmis skiptum tökutímabil nokkur upp í útitökur sem voru minnum í september og þetta mátti náttúrulega ekki vera snjóþung mynd, sko, eða ekki náttúrulega, það bara þess eðlis að við vildum ekki hafa snjó í henni. Svo ákveða að seinka öllum hinutökunum þar til í desember og það bara COVID aðstæður leiði ekki þannig innitökur á sem tímapunkti, sko. Þannig að við fórum í lok nóvember minnum mig og fram í desember og vorum að taka innitökunar. Og og þá voru alls konar COVID bara reglur sem við þurftum að fara eftir og ég hef aldrei verið að blítið inn á miðjum tökustað sko á minni og það var bara mikilvægt að einhver annar væri þar heldur en ég og þá var ég kannski bara á einhverjum öðrum stað einhver öðru rými, rútu eða einhver staðar og þetta voru bara sóttvarnar hólf Já, þú gast kannski bara ekki verið það bara marga manneskjur Já, þá bara forgangsræður hver mikilvægur þannig og það bara fínu þannig. En hversu mikið ertu á, ef við tökum COVID út úr þessu bara, segjum bara þið hefði nátt að taka upp leinlöguna, bara ekki COVID. Hversu mikið ert þú þá á setti? Mjög misjátt. Alveg svakalega misjátt. Ef ég eins og í þessu tilfelli, þá vorum við bara með mjög low budget verkefni og mjög fáa að vinna í því og þá var ég alltaf með. Já, þá varstu mikið með. Þá var ég bara til staðar allan daginn. Ef að við hefðum haft eðlilegan starfsmannafjölda, þá hefði ég ekkert endilega verið alltaf á staðinu. Svo hefði ég kannski meira bara komið og verið að sinna einhverju öðru í kringum myndina á meðan. Já, ég skilji. Þannig að, og í þjónustuverkefnunum okkar, þá ég eiginlega ekkert. Þú veist, það er bara annað fólk innan Pegasus, þú veist, það Elli og Bryndur og Einar og Erna og bara fleiri starfsmenn sem eru bara í þeim verkefnum og ég ekkert að standa vaktin upp á Langjökli skilurðu, tíma mínum bara betur varið annar staðar og þú veist, og í öllu ferlunum kannski tökundumabilið mitt ekkert uppáhalds tímabilið
Er það svolítið erfitt, krefjandi? Já, þetta allt krefjandi. Það bara öðruvísi krefjandi. Þessu öll ferlin öll tímabilin krefjandi á einhvern mismunandi hátt. Þú veist, tökutímabili sjálft það svolítið pakkað og langi dagar og þannig það strempið sko og meðan eftirvinnsluferlið svona á annan hátt strempið. Að því ég að sjá fyrir mig sko að þú ert til dæmis að skrifa handrit. Við getum skrifa handrit hérna inni, við getum líka gert heima mér, við getum gert á kaffihúsi, þó að sé þrumuður úti eða eitthvað og ef þú ert að klippa mynd, þá ert að gera það í tölvu og eitthvað, ég sé fyrir mér að þú ert að taka upp, það kannski... Það má ekki mikið klikka. Nei, það er sín meina. Já, og það alveg auka álag sem fylgir því sko. Eða bara óöpilegt að aðleikarinn hringi sín veikan. Við lentum sem betur aldrei í því, en það gæti bara gerst. Og það bara kemst bara ekki til þess að taka upp. Já, og í þessu tilfelli, ég get alveg viðurkennt það, mér er alveg ekstra stressandi að vita til þess að það gæti bara komið upp COVID-sýking. Og það hefði við bara verið svolítið royally F, sko. Það hefði bara verið mjög óhöppulegt að lenda í því, en við lentum ekki í því, en það voru bara ógeðslega strangar reglur og það var ekkert sérstaklega skemmtilegt, sko, að hafa þessar reglur og svo réði við mannesku sem sá bara þetta. Bara að lappa á milli, bara vertum með grímina, sprittaður hendunar, hitamælt okkur á hverjum einasta mótni, það þurfti bara að fara eftir ákveðnum reglum þannig að það myndi ganga upp og það bara saman sem yfir öll verkefnin sem voru á Íslandi á sinn tíma. Er eitthvað heiminum eða ekki? Í heiminum, en á saman tíma voru bara ekkert mörg lönd sem gátu operatað. Já, ég skilji. Og það sem gerðist hérna á Íslandi að þú veist, COVID skellur á mars, apríl, mars og ég kallaði það sko veðabólgu tímabili og ég var bara stressuð hingað við tilhugsunna og bara eins og allir á landinu bara hvað að fara að gerast þú veist, það kemst ekki til Íslands í tökur og við getum ekki gert neitt og svo bara leið mars og apríl og svo voru sanda reglur Einar á Íslandsstofu ég kallaði okkur til að semja bara regluverk hvernig við gætum látið það gangu upp að taka á Íslandi og það var við gerðum bara þú veist, að til setja reglubók sko og í sambandi við COVID og hvernig best að já, bara sambandi við COVID tökustaði, hvernig bílamálum skal hátta í raunur, bara mataramálum allt saman sem gerði það verkum að við gátum sótt undanþágu til þess að vinna undir þessum ströngu skilyrðum og það var bara allt brjálað. Og það Ísland var eitt af örfá löndum sem einhver gat komið til þannig að Ísland var alveg ríkal upptekið allan COVID-tíman. Ég held að já, fólk var að koma hingað að taka verkefni sem gat bara ekki tekið eins þar annars þar í heiminum. Það voru svo ógeðslega fá lönd opin. Og það sem gerðist. Þetta var svo crazy. Já, þetta var pínu klikka sko. En ég hef man að því að Tom Cruise var að taka Mission Impossible 7 eða eitthvað. Já. Hann brjálaðist, ég veist, maður heyraði. Jú, ég heyrði upptökuna. Ég skildi alveg, en það er svo mikið í húfi. Það bara, þú veist, atvæli fyrir fullt af fólki í húfi, ekki vera fíbl. Já. Þetta ógeðslega leiðilegt að þurfa að gera þetta. Það getur bara að loka bara allt í framleiðslunni og það kostar bara fullt af peningum. Já, og hann Grétar sem sá að vera COVID-löggan, við kallum hann COVID-löggana, hann fekk á kreditlistanum, ég man ekki sem kallir COVID-lögg á íslenska kreditlistanum, en á enska hann kallaður Pandemic Terminator, og það var svo bílaslega fyrir þú veist, það náttúrulega bara enga send, og hann sagði bara byrjun lilla við Ernu reyndar, þetta er nokkuð algjört félagslegt sjálfsmorð að taka að sér þetta ógeðslega leiðilega hlutverk. Það þurftu bara að vera leiðileg. Nei, það maður ekki verið fyrir 20 inni, verður með gríminu, ertu búin að spritta, ertu búin að gera þetta. Hvað sóttvarnandi hólfið til, heyrðu þú? Þetta er svo leiðilegt. Já, en hann tók þetta bara að sér og bara sinnti því rosalega vel, sem við vorum náttúrulega bara mjög þakklátt fyrir. En gekk þetta ekki líka bara helviti vel á Íslandi? Var ekki Baltasar að gera Kötlu og eitthvað? Jú, það bara gekk alveg svakalega vel. Alveg svakalega. Og ég held að á þessum tíma í fyrra hafi ekki komið neitt smitt. Ég man ekki að hýrta því. Ég held ekki. Það kom upp í leynilöku eitt smitt hjá okkur,
en út af því vorum búin að binda þetta svona eins og vorum búin að binda, þá hafði það engin áhrif á okkur. Já, af því þetta var svo vel unni hjá okkur. Já, og þú veist, þessi mannskip bara kemur inn, hún með hita, við sendum hana beint heim. Þú veist, við vissum ekkert, hún kvartaði undan einhverju, ég man ekki allavega, bara með þess samme send heim, það hefði verið mjög freistandi að gera það ekki og það voru svo ógeðslega fá og út af því við vorum búin að fara eftir öllum hinum reglunum, þá kom ekkert annað upp. Það er magnað. Já, ég er náttúrulega mjög þakklátt fyrir það að hafa verið þannig því að það hefði verið algjört disaster að reyna að senka svo að finna nýtt sketsól í kringum allt hitt. Ég fæ bara í magan. Já, farið svona pínu kvikast. Já, mér finnst nóg að plana bara að fá einn gest til mín í podcasti, skilur þau, og þú ert að lýsa þessu allir eitthvað, já, þessi þarna, þessi úti, þessi líka á fótboltæfingu. Já, en ekki miskilda, þetta er ekki ég ein, þú veist, það er alltaf þetta fólk að gera þetta alls saman. Ykkar tím sem er að gera þetta, mér finnst þetta samt hljóma svo erfitt, flókið. Þetta er flókið, sko, og en þú veist, ef þú er gaman að súdóku, ég veit það ekki, þá kannski er þetta bara skemmtilegt. Ég fengi kvíðakast. Já, en svo er svona bara aðrir, bara að tala vandamálinn sem kom upp, sko, farin til þetta, við tókum upp í desember, þess að innutökunar, og í mannu áttum eftir einhvern 1,5 dag eða eitthvað í útitökum og veldum einhvern snjólesan dag, geggjað, og ég náðum inn einhvern sem náinn, en það er bara alltaf einhverjar eftirköst, eins og sér þetta jólakrasan í gluggunum hér. Jón Már sem sagði VFX, getur teiknað út allir þessi jólaljós sem er inn í bakgrunn. Bara svona hlutir, þú svo þessi ekki snjór, það er bara annað vandamál sem kemur upp, en það var list. En það er samt, ég meina, væntanlega einhver auka kostnaður sem bara allt í einu kemur upp á út af því að það er jólakrans eitthvað glugga eitthvað. Það er bara svo leys. En eins og með þessar innitökur, er þetta allt stúdíó, er þetta tekið upp heima hjá fólki, hvernig virkar svona? Er það að leigja húsnæði? Já, bæði. Þetta er stúdíó og kannski bara heimili hjá okkur? Í þessu tilfelli vorum við ekki með neitt stúdíó. Bara ekki neitt? Nei, vorum með heimili og vinnustæði. Já, fyrir karakterina sem sagt. Já, eða sko, fyrir karakterina og og bara iðnaðar húsnæði, bara alls konar húsnæði, raun húsnæði sem við leigðum og fengum okkur komin á. Það var ekkert byggt í stúdíó. Er það ódýrara heldur en stúdíóvinna? Hvernig virkar svona? Misjafnt? Þú veist, ef þú alltaf eins í okkar tilfelli bara taka kannski 1 eða 2 daga. Já, það þarf ekki að smíða eitthvað. Það var eitthvað að smíða heila leiknum. En segjum við var að gera sjónvarpsserju og þar á karakterin heima hér og vinnur hér og jari, þá er kannski bara hagkvæmara og þægilegra að smíða þetta. Já, eiga bara þitt stúdíó eða þess að dýna sviðsmynd. Já, þú getur heldur ekkert ráðist inn á einhvern vinnustað og þú veist, það er einhverja vinnaðana líka. Já, það bara virkar ekki og þú veist, þá er kannski ykkur laust, já, við getum verið á nóttinni en þú getur ekkert búið upp á það að vera að vinna með nættinar alltaf. Það er svona hlutir sem að bara, þú ert að meta það út frá alls konar þáttum. En þið ákvað það kannski snemmiferlunu að þetta yrði líklegast ekki stúdíó? Já, við sáum það bara strax að þess var ekki þörf? Já, þess var ekki þörf, við áttum ekki efnaði. Það kostar slatta að láta smíða einhverja leikmynd, græja hluti. Þótt að það hefði verið þægilegt í þessu tilfelli, það bara voru við ekki nógu marga daga á neinu stað svo myndi borga sig. Skilur við. En hversu algengt er það á Íslandi? Þegar nú þetta er alltaf að stækka, eins og þú talum á, fleiri verkefni og þetta er alveg, íslenskt efni er orðið rosa vandað. Já, mjög vandað. En svo er ekki Baltasar, biðar ekki eitthvað reisastúdíó, eitthvað? Erum við að taka upp meira í stúdíó í dag heldur en við gerðum fyrir 20 árum? Þekkir það? Alveg pottjætt. Ég bara er að giska á það, sko. Þú veist, núna er stúdíó að stað áður fyrir var maður að ég man við leigðum einu sinni húsnæði upp á Korputorgi. Þú veist, það var ekki þannig sé stúdíó fyrir okkur leigja, þannig við leigðum Korputorgu undir, vorum að gera sjónstætti sem þetta fólki í blokkinni. Fjölskylduserja og þá gerðist allt innan í þessari blokk, þannig byggðum bara nokkra íbúðir og gerðum nánast alla seríuna þar inni. Já, inn í stúdíó. Já, og það bara byggum við til stúdíó inn í þessu iðnaðar geimi. Já, þetta var bara tómt. Já, við gætum verið þar, en það er kannski ekki alltaf heppilegt, þú veist ekki hvað er í næsta húsi, þú veist, það gæti verið einhver hundaskóli eða eitthvað. Já, þú meina utan að koma til hljóð og áriti og svona. Já, þannig að það er
í þessu tilfelli var þetta allt í lagi en þetta ekkert ákjósanlegt stundum að leigja eitthvað bil í risastórum húsnæði. Nei. Það betur þá vera með sérstætt stúdíó sem er bara búið til fyrir stúdíóinu. Já, vissulega. Þannig að það minnst áhægt að pæla í þegar maður horfir á þætti eða bíómyndir og maður bara svona ætli þetta sé heima hjá okkur eða ætli þetta sé stúdíó. Já. Ef þú sér rosa mikið að gardínum dreif fyrir eða svona þunnar gardínum fyrir þá er þetta kannski stúdíó. Já, ég skilji. Sér ekkert út glugga. Já, sér ekkert rosalega vel út glugga. En ég trúi einhvern veginn að það sé þægilega einhver leiti. Segjum að þú er bara með endalþessu pening til þess að gera leinlökunna og við sko bara byggja stúdíó. Upp að færa eitthvað kamerur og er það ekki þægilega einhver leiti? Jú, auðvitað. Bara búningarnir eru bara næsta herbyggi og svo mataraðstæðan hér. Það er alls konar hlutir sem myndu gera vinnuna þægilegri. En ég er ekkert endilega viss að það hefði skilað sér inn í myndina í þessu tilfelli. Nei. Skilur það. Þetta er kannski ekki þannig mynd, heldur? Nei, það er svona, það hefur verið skemmtilegt að vera meiri pening upp á bara meiri stæla. Ertu að tala um einhverja tæknibrellur? Já, eitthvað þannig. Einhverja auka sprenging eða eitthvað? Já, ég skil ekki. Ég veit að hann segði þótt alveg geggja skemmtilegt að vera með meiri alveg sprengur eitthvað sem en við söknum þess ekki samt. Nei, þið náðu að láta þetta duga? Já, alveg. En hvernig virkar þá? Ef við til dæmis gefum okkur það, henni bara gangi vel þessari mynd, bara fólk er að fíla þetta og fíla karakterna, fíla hann heim sem byggur til. Leinlöka 2 kemur kannski framhaldsmynd. Segjum það. Já. Og ég er ekkert að grilla neitt, ég er ekkert að spyrja hvað er múin að blanda. Segjum það, nú er ég bara að hugsa upp á. Það kemur leinlöka 2. Já. Er þá ekki líklega að þessi töluvert einfaldar fyrir ykkur að fá fjármagn fyrir þá mynd? Ef að fyrsta sló í gegn. Ekki aftur komin á byrjunarrit. Hvað trúið því ekki? Nei, við erum ekki alveg á byrjunarrit. Vonandi er auðveldara að fá fjármagn fyrir þá mynd. Það er þetta ekkert gefins að svo sé. En segjum bara í einhverjum draumaheimi. Já. Segjum bara, geggjað myndi sló í gegn í Þýskalandi. Þá er nú alveg líklega að við kannski getum fundið þýskan meðframleiðanda sem getum við ekki pening frá Þýskalandi. Já, ég skilji. Einhver svoleiðis peningur er það kannski væri aðeins auðveldara, einfaldara. Og líka, þú veist, þá er núna Hannes bara, hann bara gerir það geggjuð mynd, sló algjörlega í gegn, hann er augljóslega bara mjög hæfileikaríkur og ég er alveg til að vera með þessari meðframleiðslu. Þannig að svoleiðis hlutir sem að hjálpa til, sko. Og þetta hann er líka komið bara núna í portfólíu og sitt, það er þessi mynd. Já, og bara, þú veist, allt í handritsteymið, skilur, hver er komið hugmyndina, hver er gerð þetta, þú veist, hver er leikið, það skiptir öllu máli, sko. Þannig þetta er svona... En það væri svolítið cool að fá, að því með svona ekta þannig típa mynd, það væri cool að fá eitthvað þríleik, trilogy eða eitthvað. Leinlega 2 og 3. Leinlega 3 og já, það var ekki skemmtilegt, sko. Því við höfum ekkert gert margar framhaldsmyndir, held ég. Nei, sveppamyndanar. Já. Algjör sveppi. En var það ekki meira svona krakka dót eitthvað? Ég er ekki að gera lítið úr því. En það bara gengur rosalega vel og ég held að það sé fyrir þannig eitthvað sjónvarseríur, náttúrulega. Ég held að það hafi ekki verið gerðar. Ekki, borgar ekki var reyndar 1 og 2. Rétt. En það er ekki margar framhaldsmyndir á Íslandi. Ég væri til í það. Já, ég held að vera með öll til í það. Það er svo ógeðslega mikið af karakterum þannig sem var skemmtilegir. Þannig að það er ekkert erfitt að ímynda sér að sé hægt að gera núna. Gera framhald. En eins og með það, framhaldsmyndir bara yfir höfuð. Já. Bara þinn persónuleg smekkur. Ertu hrifin af því? Hrifin af framhaldsmyndum? Það finnst þér stundum vera eitthvað... Ertu að tala bara að James Bond 1 upp í 100 eða... Bara það sé þetta í hug. 1 upp í 100. Já. Ég er alveg þetta. Skilur, þannig, ég er alveg... Þótt að James Bond sé kannski ekkert, þú veist, endilega minn smekkur, þótt að sé mjög góða myndir. Ég var enda að fara síðan, sko. Og við skemmtum okkur alveg konunglega, sko. Fjölskyldan, öll. Ég man ekki hvað hún er 20 eitthvað, held ég. Já, ég var tjók upp í 100, ég hef ekki hugmynd. Það er bara búið að gera mjög mikið af James Bond. Og svo Die Hard, 1, 2 og 3. Og það gerir 5.
Það gerir 5, einmitt. Gæðin dropp oftast. Já, það vill stundum verða, já, jú, bara sorry, já, jú, geggjað. Þannig að þú stundum til að stundum ekki. Bara, þú veist, í alvöru, eftir bara hvað er verið að gera, er það ekki? Jú, algjörlega. Og það virkar betur í svona myndum, sko. Þú kannski gerir ekkert hádramatíska mynd og ákveður að koma númer 2. Nei, nákvæmlega. Ég hef ekki séð það. Þess að ég að tala framhaldsmynd, af því að mér finnst hún vera þesslega sem Já, og hún er þessleg. Út af því að karaktergalegi býður upp að þú getur bara farið í eitthvað nýtt ævintýri. Já. Og það er yfirleitt með svona framhaldsmyndir. Það býður bara upp eitthvað nýtt ævintýri og þá getur við haldið áfram einhverju nýju rugli. Og mér langar líka því mér finnst svo gaman að þegar kom einhvers íslenska myndir. Þess vegna hugsaði ég þegar ég sá Leynilögu trailin bara fyrir 10 árum. Ég var bara eitthvað, vá, af hverju erum við ekki að gera þessa mynd? Því mér langar að fá okkur að mynd sem þessi myndist eitthvað svona hæp. Já. Fólk ekki að spennt að fara á myndina. Og ég bara, þetta er draumaheimur hjá mér. Eða kæmi eftir 3-4 ára eða eitthvað, bara Leynilögan 2 og þá er þið stór mynd, þá er þið hæp. Af því ég man ekki eftir því áður í Íslandi. Nei. Við erum komið fram á okkur, við þurfum að byrja þetta fyrst. Já, er það ekki bara nákvæmlega. Nú er það hausinn að þér komin upp í skýin. Heimir og svona, vá, hvað það var ekki skemmtilegt. Ekki bara byrja á að krossa fingur fyrir nummer 1. Byrjum við fyrstu? Já, ég held að það væri svona, það er ekki bara heppilegra. Ég held það. Og svo er svona, þú veist, maður veit ekkert hvernig fólk tekur í þessa myndina heima. En það var gaman við að horfa á myndinu úti, er að þú veist, fólk náttúrulega kemur inn og þekkir ekki leikarana sem eru að leika í þessari mynd hérna heima. Nei, einmitt. Og er ekki mennina svona fyrirfram ákveðnar mótaðar hugmyndir þessa karakterina. Þau kom inn og horfa bara sögutráðin. Og það er svo geggjað. Þannig að atriði sem verða kannski og það við lögum mjög miklu áherslu á dramatriði, væri ekki djók, sko. Og grín væru grínatriði. Og það virkaði úti. Þú veist, atriðin sem fyrir okkur voru hádramatískt var bara engin hlátur og atrið sem átt að vera fyndin eða þú veist, einhvers konar vonlænirar, fólk hlóa því og meðan þau komið inn heim, ég þarf að veðja að einhver dramatísk atrið sem eru skrifuð sem alvarleg atriði, það getur vel verið að fólk hlæja þeim. Já, ég skil þig. Vegna þess að þau eru búin að móta sér skoðanir á þeir sem leika þessi atriði. Þetta er kannski einhver grínleikari og þá, við vitum að þetta er grínleikari. Já, þetta er eins og ég þarf að veðja Jón Gnarr, skilurðu, í sínu daglega lífi er að það ræði einhverja hálára hluti, en fólk hlæri samt. Já, ég skil þig, algjörlega. Já, að honum verður fúlast alvara, en hann bara, alltaf sniður með það. Já, einmitt. Og það er svolítið svona, það verður heldur sama mót hérna heima, þú ert kannski með einhverjar fyrirfram ákveðnar skoðanir og þá hlærið eða finnst eitthvað einhverju hluti í þessu handriti sem að sem er lita þínu upplöfun eitthvað leiti. Já, ég held að. Og meðan úti var fólk bara að horfa á söguna og lifa sér inn í söguna og það var svo gaman að sjá að hún virkaði. Já, það er einmitt, ég hef ekki ímyndað þessi gaman fyrir ykkur að sjá, ok, myndi virkar. Já. En svo er það bara, þið stjórnum þín alltaf ekkert. Nei. Hvort að við, Íslandingar, sem fara hlæja einhverju eða fyrirframynda skoðunar og einhver leikara. Já, og það er svo, ég er mjög spennt í raun og veru að sjá þú veist, verður hlegið einhverju dramatísku eða verður ekki hlegið einhverju öðru sem ég held að vera ekki fyndið og allt þetta, sko. Ertu stressuð líka? Nei, eiginlega ekki. Ég er meira spennt, sko. En maður er alltaf stressaður. Alveg sama hvað mynd er að koma út. Maður er alveg bara svona líður svolítið allsberi allan daginn og þetta er alveg skrítið tilfinning, sko. Og fyrir náttúrulega leikstjórn og leikarinn er þetta miklu erfiðari tilfinning. Þau eru á bara tjaldinu, sko. Þannig að þannig, þú veist, kannski þeim farið að dreymsa martraðir nú þegar, sem er ekki nótt. Þau eru strax stressuð. Já, ég veit það. En fyrir mitt leyti, ég er mjög spenntur að sjá hana. Já. Eina sem ég svona beðum, bara ég voni ég skemmti mér. Já. Og á hverju fólk vona? Á þess að spoila einhverju? Hvað eru að fara að sjá? Ég held bara að þetta sé svona þægileg, og þá meina ég þetta ekki á neitt leðilegan hátt, ég segi eitthvað svona heilalega skemmtun, en það er svo gott að geta farið í bíó eða kveikt á sjónvarpinu, bara að þau skemmta sér. Veist, og það er bara, það var pælingin alla leið. Að gera eitthvað skemmtilegt? Já, bara gera eitthvað skemmtilegt og ferði út í bíónu bara svolítið með góða tilfinningu, bara þetta var svolítið gaman.
Þú veist, ég bara hló og ég hélt með einhverjum karakterum og fannst þetta skemmtilegt og fann til með þessum og þá svolítið takmarkinu náð. Að þú fórst inn og upplýðir eitthvað, ég ekki að segja þetta þurfa eitthvað að skilja eitthvað rosalega mikið eftir sig. Þú veist, þetta ekki endilega að vera einhverju ástarsorg eftir myndina og ég líka illa, þetta er ekki svoleiðis. Labba út með bros og vör? Já, labba bara út með bros og vör. Þá þá held ég takmarki okkar sína, sko. Og hún verður sýnd núna í Sambíónum. Já, 20. október. Já, það er bara eftir viku. Það er eftir viku, en þið sem að hlusta að horfa á þennan þátt, þá getið þið farið í bíó í kvöld. Já, í rauninni, í dag. Geggja. Það kemur úr 20. Já, kemur úr 20. nákvæmlega. Herru, förum bara að slúta þessu, Lilja. Þetta var hrikalega skemmtilegt og fræðandi. Og ég er mjög spenntur að sjá þessu mynd. Já, bara geggjað. Takk fyrir bara að fá mig. Já. Herri, ég ætla að segja þetta viðbót, fyrir ekki, á hún sluta þessu. Nei, hvað það eru 2 útgáfur þessari mynd. Var ég búin að segja það? Ég glemdi að spyrja það. Það eru bara 2 sem ég ætla að segja. Já, hvað aðeins með það? Á undan, sko, og þegar ég bara, þá fórst ekki að tala um heimasíðun okkur áðan og ræða framkvæmdastjóri. Ég er sem sagt nýhætt sem framkvæmdastjóri, sem svo geggjað og Elli er tekin við sem framkvæmdastjóri. Fínt að þessi komið fram þá. Svo ég geti einbeitt mér meira þessum verkefnum. En já, það eru 2 útgáfur sem sagt að þessari mynd og einbönnuðin á 16 ára sem ég ætla að sjá. Sem þú ætlar að sjá, já. Klálega. Og svo er önnur sem verður bönnuðin á 12 ára. Og það er bara, við ákveðum að gera einu útgáfu sem væri bara minna blóð. Bara fólk sem vill sjá minna gór. Og það er bara pínu þannig. Þú veist, við erum ekki auglýsina sem barnamynd, aldrei, því að leynilega verður aldrei barnamynd. Þetta er bara ekki þannig mynd. Nei, alls ekki. Ekki frekar en James Bond er barnamynd en hún er bönnuðin á 12, skilurðu. En bara, ef þú vilt fá minna blóð. Sérst, ef ég vil sjá 16 ára útgáfuna, klárlega. En mér er mjög aðdöngssvært, ég hef gott að myndst á þetta. Já. Ég glemdi að tala um þetta. Já. Að þegar ég sá þetta auglýst, Banana 12 og Banana 16, þá fyrir ég hugsa, hvað ætli þessu jafn langar en bara aðeins meira mitt ofbeldi. Þannig að þetta er aðalega kannski, ég fæ aðeins meira blóð og eitthvað. Já, það eru jafn langar. Þú upplifir aðeins minna ofbeldi og pottitt minna blóð í 12 ára, en samt það er ekkert búið að taka neitt úr sögunni. Nei, þú ert ekkert að missa af í sögunni að fara á 12 ára útgáfuna. En hvenær var þetta ákveðið í ferlinu? Bara eitthvað svo, var ekki gaman að gera það, sko ekki var það alltaf pælingin? Nei, alls ekki alltaf pælingin. Þetta fór bara að vera pælingin þegar við sáum að hún yrði bönnuðin á 16 ára. Já, ég skil. Sem okkur fannst mjög skemmtilegt. Hún er bönnuðin á 16 og það er bara, þú veist, það var skemmtilegur vinkill að hafa á þessari bíómynd, sko. En svo, er bara hlutur, ég á 12 ára son, til dæmis. Sem vil sjá hana. Sem langar bara mjög mikið að sjá þessa mynd. Og mér er svolítið erfitt að segja þetta, ég er ekki að segja þetta sé barnamynd. Ég vil bara ekki að þetta sé auglýst sem barnamynd, því hún er það náttúrulega alls ekki. Hefur alls ekki verið auglýst þannig? Nei, og hefur aldrei verið þannig. En hann langar að sjá þessa mynd. Öllu vinum hans langar að sjá þessa mynd. Kannski bara út af því að líka þeir eru svolítið involveraðir í þetta ferli og búin að vera það í 2 árum, mjög meðvitaður þessa mynd að koma út og langar bara hrikalega að sjá hana. Þannig að hugsa, þú það eru alveg fleiri 12 ára stelpur og strákar sem langar að sjá þessa mynd og þá kannski ættu við að aðeins að draga úr einhverjum svona hlutum og þá er hún leyfileg þeim líka. Þetta er áhuga nálgun, af því að ég alveg viss það, margar þessu leikur sem er þessar mynd, eiga sinn aðdándu hóp og hann er alveg að fara niður í einmitt 12 ára. Já. Á milli 12 og 16. Ég hugsa það alveg. Já. Þannig að ég hugsa að það var bara ágætt. Ég veit allavega fyrir mig, mér þykir það geggjað, því að nú get ég aktuelt búið honum og vinum hans og við ætlum að fara þann á einmitt miðvikudaginn, í kvöld held ég. Í kvöld? Já. Þá verður farin í vinaferð með þessum hópi sem er hrikalega skemmtilegt. Það verður gaman að sjá hvernig það fer. Já. Við erum bara spennt. Við erum spennt. Já. Mjög spennt. Algjörlega. Og mér fyndi að vera að blæða þetta allt saman, ég vildi náttúrulega allir hópurinn væri með again, því þetta er teymisvinna. En já, þetta var spennandi. Ég fæði vonandi bara að hitta fleiri sem unnu við þessa mynd. Ég vona það. Mikið á því, alveg sama hvaða sviðið það fólk var að vinna.
Já, ég vona það. Við látum það rætast, þú lítur nú að vera með eitthvað samband. Ég hef ég þekki nokkur að þeim. Þannig að það væri mögulega hægt að koma því í kring. Því. Já, ég held að. Herru, nú stúttum við þessu bara leiðilega. Yes. Þetta komið gott. Gott. Þetta var hreikalega skemmtilegt. Takk fyrir að koma og ég mælum allir kíkja á leinlöguna. Í kvöld. Takk fyrir það.